Hver kafli hefst á svona það sem að ritstjóri minn, hún Æsa, hefur kallað kaflavinjettur. Og einhver tilvitnun úr dagblöðum, oftast Erninum, þar sem að Björn Ebenezer ritstjóri, en stundum úr einhverjum öðrum blöðum. Og þessi kafli hefst svo. Landshagsskýrslur fyrir Ísland. Útfluttur saltfiskur, 1000 pund. Gangi menn undir sumra húsa vita menn og einkanlega konur, hvurslags manneskjur eru þar á ferð. Kristilegar manneskjur smeyja sér hljóðlega inn kirkjudyr á sunnudögum, fínar frúr sem nóg hafa efnin svifta upp dyrum hjá Bratt og Björnhólm eða kaupmanni Dýrhólm, en þeir sem skulda svívirðilega á Dönskugötu reyna fyrir sér hjá Salvari í Belsensbúð. Óhófsmenn og drykkjurútar sjást seint og snemma renna inn kjallaradyrnar hjá Árna templara, en virðulegri gleðimenn og þeir sem meiri mannvirðingar njóta ljúka upp framdyrunum á Hótel Arnfjörð og kneifa sitt öl í skini rafmagnsljósa sem Eyrarlandsáin framleiðir. Á Hótel Arnfjörð vatni breytt í vín, segir Björn Ebenezer, sem þó ekki vissari stöðu sína í samfélaginu en svo að hann drekkur bæði hjá Árna templara og frú Ástríði Andersen á Hótel Arnfjörð. Það gera hann til að fylgjast með, segir hann Gratíönu þegar hún spyr. En systur sinni segir hann að henni hljóta hafa missýnst. Hann fær ekki lifandi til Árna templara. En kannski dauður, segir mamma þá. Heldur meinlega og án nokkurs trega. Enda vita konu hvað að sjá og frétta það sem aðrar konur sjá. Og nú hafa konur séð að Björn Ebenezer kemur lifandi eða dauður til Árna templara og fer þaðan aldrei nema dauður. Allt þetta því að kenna að Borga hætt að ganga dyrnar á blaðahúsinu eða því sem næst. Sjálfsagt þarf hún að bregða brókum einhver tíman og fer þá til þess Arna bak við hús. En annars liggur hún í rúminu og fæst ekki einu sinni til að koma fram í eldhús. Mamma og Sella sjá að uppvarta hana í innra herberginu og dekstra hana til að borða. En Maja mann hnussar yfir ómyndinni tengdadótturinni og furða sig á viðkvæmninni og Gratíana send til að tæma næturgagn frúarinnar. Frá því að fjölskyldan flutti úr Bótabugt og fram á Tanga hefur Gratíana notið þess að ganga undir blaðahússins. Hún hinkrar við hurðina í hvert skipti sem hún fer út og inn og býður þar til að minnstakosti ein almennileg manneskja hefur séð hana þarna á tröppunum. Sé það fullorðin manneskja heilsar hún kurteislega og nefnir kannski veðrið eða gæftir til sjós og lands með athugasemdum eins og hann hvass í dag eða nú held ég sé að moka, sjáðu hvernig múkin lætur. Sé það stálpaður vitiborinn krakki heilsar hún glaðlega og spyr ferðir og erindi og slæst kannski með í för sé eitthvað á því að græða. En oft þarf hún að bíða lengi eftir einhverjum öðrum en snýtu þurfi krakkagemlingum og enn hefur hún ekki fengið tækifæri til að ulla á Jarþrúði eða vinkonur hennar ofan á tröppum blaðahússins. Það hún þó búin að láta sig dreyma lengi. Sýnilega tilbúið hangs framan við prentsmiðju og blaðaútgáfu Björns Ebenezers á gagnstæðu horni í götuhæð hefur Gratíana mestu aflagt síðan hún flutti. Enda gefur viðvera hennar þar ekki tilefni til að ætla að hún búi í húsinu sjálfu. Þar hún aukin heldur búin að verja svo löngum tíma síðustu misserinn að bæjarbúar ættu fyrir löngu að vera sér meðvitaðir að Gratíana Hansdóttir frænka Björns Ebenezers Ásgeirssonar, ritstjóra Arnarins, sem byrjaðar að prenta ljósmyndir í blaðinu sínu. Nú orði getur hún líka brugðið sér inn í prentsmiðju með því einu að lauma sér niður stigann úr fremra herberginu og birtast aftan við nýju hraðpressuna. Og svo getur hún fært sig fram að afgreiðsluborðinu þegar olíulyktin orðin of megn eða ef einhver merkilegur kemur inn úr dyrunum. Það gerir stundum. Mest það karlar sem koma til að hitta ritstjóran á kontórnum og sitja þar með aflastar dyr eða karlar sem vilja setja auglýsingu í blaðið og koma með þar páraðar á blaði eða leggja traust sitt á söluvænlega framsetningu ritstjórans, sem þá spyr spurninga sem ýmist eru viðeigandi eða óviðeigandi, því sumir fyrtast við og kvekkjast og ganga ólundarlegir eða bálreiðir að hurðinni áður en ritstjóranum tekst að lempa málin og rykka upp auglýsingu sem fellur í krami hjá viðskiptavinninu. Viðskiptavinnurinn hefur alltaf rétt fyrir sér, segir Björn Ebenezer upphátt við Gratíönu, en ekki síður við sjálfan sig og bendir henni á að viðskiptavinni blaðsins séu ekki einungis þeir sem kaupa blaðið og lesa það, heldur í raun miklu heldur þeir sem koma og kaupa auglýsingar í blaðið. Af því að þeir eiga eitthvað til að selja, spyr Gratíana. Já, það má kannski segja það, svarar Björn Ebenezer. En svo eru allra mikilvægastu viðskiptavinnir þeir sem fjallað í blaðinu,
Því öllu máli skiptir að hafa sem flesta góða, hvar svo sem standa í pólitík. Reynirðu þá að vera vinur allra, spyr Gratiana, sem veit að reynslu að það er varla hægt. Ég reyna að velja þá vel, skulum við segja, svarar Björn Ebenezer íhugull og bætir svo við á lægri nótum. En maður kemst samt ekki hjá því að eiga sér einhverju óvinni. Einhver prinsip verður maður nú að hafa. Nú þegar Borga er steinhætt að sauma nýmóðins danska kjóla og fínu frúrnar í Arnarfirði og fínu dönsku efnunum sem hún fekk senda heiman, þá ríður á að Björn Ebenezer selji enn fleiri auglýsingar og enn fleiri blöð, því annars gæti orðið matarlítið hjá þeim í vetur. Nú eru þau 9 á heimilinu og af því að Borga er rúmföst og mamma bundin við rúmstokkin hjá henni, getur hún hvorki vaska fisk, staflaðni breytt og verður þar með af öllum sínum tekjum, sem eru heldur meiri en það sem fékkst fyrir saumaskap Borgu. Og þó að rekstur eins heimilis sé ef til vill hagkvæmari en 2, lætur eitthvað undan ef ekki kemur annað til. Það segir Björn Ebenezer við systur sína þegar hann heldur að enginn heyri til og getur ekki ábyrgt hvernig fer. Engu lofað, ekkert tryggt. Hvenær er hægt að treysta á kallmenn, spyr mamma og hlær háðslega, óvissum að Björn Ebenezer sé nokkuð minni aumingi en hinir aumingjarnir. Ekki get ég nú borið ábyrgð á því, Evlalía mín, svarar Björn Ebenezer og er alvöru gefnari en systir hans yfir málefninu. Þú vilt helst ekki taka ábyrgð á neinu, Björn minn, hnussar mamma og virðist hafa gleymt því að Björn Ebenezer Ásgeirsson er ábyrgðarmaður Arnarins, stærsta blaðs þeirra Arnfirðinga sem prentað er í háu upplægi í hverri viku og útgáfa þess er áhættusamari en svo að hægt sé að saka ritstjórnum að vilja víkjast undan ábyrgð. Eða það fyrst Gratiönu að minnstakosti og þykir mamma heldur ósakjörn gagnvart bróður sínum. Annars hafa þessi sumardagar sem liðið hafa í nýjum húsakynnum verið Gratiönu eftirlátir. Ekki aðeins er það veðrið sem leikið hefur við hvert sinn fingur, svo daglegt amstur bæjarbúa fær á sig tyllidaga mynd, heldur hefur verið notalegt að hafa mömmu heima í húsi, en ekki á fiskreitunum, þar sem hamast hefur verið við að breiða, stakka og þurrka undanfarin dægur. Konur í styttum eða brettum pilsum, valsa léttstígar stakkstæðin og fiskreitina, kasta af sér klútum og þríhyrnum og njóta þess að vera berhöfðaðar í hlýju sólarinnar og svalandi blænum sem leikur rjóðar kinnar. Minnugar þeirra daga þegar sjöl og klútar duga hvergi nærri til og norðanepjan smýgur í gegnum hvert það lag af hlífðarfatnaði sem tiltækur er. Uppundi pilsin og inna hverju beini á meðan hendurnar starfa kuldabólgnar og tilfinningalausar í köldum sjónum og ullar og skinnklæddir fæturnir vita ekki lengur að þeir séu til eða tilheyri líkama sem á eftir að fara heim og kveikjundi soðningunni og bústanga fram á nótt. Og svo, passlega þegar fæturnir vita af sér aftur og doðanum í fingrunum hefur létt og hendurnar hafa náð einhverju sem svipa til venjulegs litarháttar, er komið morgun og fiskurinn bíður þess að vera skolaður og skolvatni bíður undir íshellunni í vöskunarkassanum eftir að kólnandi kvenmannshendur brjóti klakan ofan af og byrja að vaska og skola og þrífa. Og inn á sínum kontór bíður kaupmaður eftir því að geta hort yfir öxl bókarans og síðan færa tekjur á útfluttun saltfiski í viðeigandi reit, með heitum og mjúkum karlmannshöndum. Og þeir dagar munu koma aftur áður en varir. Sólin skín aldrei lengi í einu, þó það líti út fyrir það þessa sumardaga þegar tilveran er öll ein samhangandi veðurblíða. Fjöllin spegla sig í firðinum og fólki spegla sig í glaðbeittum svip hvers annars og lætur það ekki trufla sig hætishót, þótt kaupmaðurinn sveifli bæði hatti og staf á spássitúr sínum athafnasvæðið. En kannski hlakkar í þeim yfir því að bókarinn þurfa að vera inn í sólbörðu svarthjörguðu verslunarhúsinu á dögum sem þessum. Enda er hann fölur og tekinn og ekki lit á nokkru tagi að sjá á honum, nema blek á fingurgómum þumalfingurs og bendifingurs.